Herðu, velkomin að Rauða borðinu í eftirmiddaginn á föstudegi. Þá höfum við það sem við köllum vikuskamt, förum við fréttir vikunnar og fáum til þess hjálp frá góðu fólki og þannig það í dag. Hérna Steinunn Ólína Hafliðadóttir, myndlistakona. Velkomin. Mánu blessað. Og Brynja Elsabeth Halldórsdóttir, dósent. Góðan dag. Þorvaldur Davíð Kristjánsson, leikari. Daginn. Og Freyr, heitir bara Freyr Eyjólfsson, útvarpsmaður. Mikið tvö nöfn svona. Ég með svo marga hatta, sko. Já, útvarpsmaður og Sorp öskukall. Ruslakall, já. Ruslakall. Herðu, hvað finnst ykkur vera svona aðalfréttin í vikunni? Kom svona gus. Við erum búin að tala þetta allt núna. Það kom svona gus að þarna á þriðjudaginn fólk rosalega móðgáð út í Evrópusambandið. Já. Tóku ekki þátt í því? Nei, er þetta eitthvað nýtt? Já, þau hefur sett á okkur tolla, okkur. Já, hvað var þessi verndartollar? Já. Já. Hvað er verið að vernda? Silikonstáli eða Kísilmálma. Kísilmálma. Já, þetta mjög athyglisvert mál og þannig að liggur margt á baki ef maður svona rýnir í þetta og að ræða þetta út frá ýmsum málum þá náttúrulega strax farið í bara svona akkur á skotgrafir hvað Evrópusambandið verið umlætt eða frábært. Það var svona karakterlýsing á því, sína klærnar, sitt rétta eðli. Já. Sko, við gerðum nú held ég bara mjög góðan EES-samning á sínum tíma. Við settum inn alls konar ákvæði og það er eitt ákvæði sem snýr einmitt að innflutning á einhverjum málmum og vinnufólki mann þetta ákvæði snýr það að við vorum svo hrættum að fá yfir okkur portugalska hafnaverkamenn þannig að við settum inn eitthvað ákvæði verndarákvæði og við erum eiginlega að fá það í baki þarna með þessu en það sem er fyrst og fremst að gerast er náttúrulega einhvers konar tollastríð stórveldana það er meira háttar tollastríð í gangi í heiminum milli Kína og Bandaríkjanna og Evrópu og við lendum í þessu bara sem svona einhvers konar varta utan á þessu Evrópusambandi. Við erum með þennan sérsamning þannig að ég held að það beinist nú ekkert sérstaklega gegn okkur. Ég held að Evrópusambandinu sé ekkert sérstaklega í nöp við Noreg og Ísland. Ég held að 44% af járnblendinu sem fer inn í Evrópusambandið kemur frá Noregi. Ef við bætum Íslandi við þá fer það upp í 47%. Já. Þannig að við erum eiginlega algjört aukaðrið í þessu máli. Algjört aukaðrið. Mjög sérstök. En það sem hefur gert með tollastríðinu sem Trump hóf að nú er ekki lengur hægt að flytja inn ódýra kísilmálma til Bandaríkjanna, þeir flæða inn til Bandaríkjanna og það er verið að reyna að stoppa það með þessu. Það er komið til Evrópu og þrungið niður verðinu. Og það getur náttúrulega líka spilað inn í að eins og fram hefur komið að LKM er náttúrulega fyrst og fremst í eigu Kínverja, 80% í eigu Kínverja. Og það getur sennilega haft áhrif á þessa niðurstöðu. Hins vegar ef við erum ósátt við þetta sem við erum náttúrulega allflest þá bara getum við farið með þetta fyrir Evrópudómstólinn. Hætta þessu væli bara og gera það. Já, en stóra spurningin er í þessu sambandi núna sko, hvað viljum við hafa aðgang að mörkuðum eða viljum við líka hafa áhrif sko. Og það er þessi stóra spurning sem stendur eftir núna eftir þetta. Og þá mun maður örugglega horfa á pólitíkina enn frekar fara inn í skotgrafirnar, þú veist, ætlum að fara inn í ESB eða ekki, sko. Þannig að það er forvöld að sjá hvort að... Ef þetta mál væri svona aðeins stærra, þá gæti þetta verið einmitt ályktunin, að þetta sýndi fram á það að standa fyrir utan stóru blokkinnar, að það er ekki hægt. Þannig að annarkvort verðum við að þá að lifa við það, að vera með tolla í allar áttir. Já, eða vera með. Haldið það sér þannig? Bara átt okkur á því hver við erum. Og hver erum við? Ég bara stundum er svona allt oft svona innri togstreita í öllum svona samskiptum og svona staðalmynd Íslands utan að við sem er oft svona tekið fyrir eins og sem viðbröður einhverju þegar það vantar svolítið upp að setja grímuna fyrst á sig og ræða það hvað við stöndum fyrir. Já, eða líka að það sé allt í lagi að vita ekki alveg kannski eða hafa eitthvað komplexa yfir því hvernig manns einkenni er að birtast í þjóðverðni eða fleira. Þetta eru bara umræður sem eru heitlogandi og ljótar og í dag og mætti, þú veist, nálgast aðeins mér svona auðmýgt að hvar viljum við standa? Við erum hana milli ameríska draumsins og skandinavíska draumsins og er það ekki svolítið bara snúið líka og hvað viljum við leita að því og af hverju, já, eða svona alltaf vera að hrópa og kalla varðandi íslenska menningu og svo þegar það er spurt hver þjóðrétturinn sé þá
fer fólk smá í frís og verður feimið með að svara og fleira, þú veist, það er ekki bara hægt aðeins að Eiga umræðu bara um þetta. já, tala bara saman. Haldið að umræðan nú á að vera þjóðaratkvæðagreiðsla á þessu kjörtímabili. Talaði að svona líklegt að verði 2027 sem nú bara kortir í það. ESB. ESB. Haldið þá umræðan snúist það að gangi í Evrópusambandið eða viðhalda íslenskri menningu. Það séu valkostundir. Það bara ekkert búið að útlista þá sem þá skilgreiningu. Nei, ég er að spyrja vegna þess að ég held að til dæmis að Ítalinn líti ekkert á þetta þannig að þeir hafi tapað þjóðarenginu sínum með að gangi í Evrópusambandið. Heldur að við förum að ræða það þannig að við getum hægt að vera Já, við erum svo Íslendingar? flóttaleg það og feimin kannski að vera ekki alveg viss hvað það raunverulega byggir á í stóra samhenginu. Það eitthvað svona, þú veist, þetta svona innri togstreita sem maður skilur að sé vera að leiða frá sér og fremur beina sjónum að hún sé ytri. En sem hún líka, en það vantar svo stórkastlega upp á stundum að byrja þá samt fyrst hér og síðan má ræða þar. En það ekki gert í jafnvægi í dag, því miður. Hvað það sem þú vilt ræða hér? Afbyggingin af Hver því. við núna? Já, Sem þjóð? bara nýlega þegar verið að þræta hægri vinstri og senda einhverjar axir á fólk sem að leita skjóls hér og fleira og land sem byggt á innflytjendum getur ekki einu svona mætt þeirri umræði. Þetta svo kjánalegt stundum og mætti við því einmitt að verndunum Ísland svona mikil að þá ætti að vera hægt að ræða þá hvað fólki finnst það. Í grunninn endurtekning á nýjufötum keisarans og við grunar öllum hafi liðans betur bara eftir að hafa búið að auðmikja kónginn aðeins. Þetta kísilmálma verndartollamáls dálítið ábendingu það að við þurfum dálítið að fara lítið í eigin barm og sjá hvar við stöndum í alþjóðasamfélaginu. Þú út á því að þetta sé annarkvæmt verður inni eða úti. Já, þetta allavega vísbendingu það. Þetta er í rauninni bara lítið mál. Þetta í rauninni lítið mál. En þetta er vísbendingu það að við þurfum virkilega að fara að skoða hvar við stöndum í þessu stóra tollastríði stórblokkana og við höfum alveg svona í gegnum söguna oft leikið svona litlu músana sem svona hér og þar. Ég einmitt að lesa skáldsöguna Siggu Hagalín og svolítið að skoða 15. öldina, hvernig við leikum okkar að því að vera bæði með Noregskonungi og ensku kaupmönnum og þetta gerðum við líka á 20. öldina, við vensluðum við Sovétmenn hölluðum okkur líka upp að Sámi frænda, við erum svona oft með báðum í liði, en ég ekkert vissum að það sé hægt núna. Nei, ég held að skærari munur á milli það sem að gerast í Bandaríkjunum og það sem að gerast í Evrópu, sko, það svo mikill munur á því núna. Það að myndast mikil gjá á milli Bandaríkjanna og Evrópu og manni sýnir sem svo að við getum ekki alveg treyst Bandaríkjunum. Þeir voru að setja okkur miklu hærri verndartolla á allar vörur, þannig að varnarsamningar og annað slíkt, það er svona mun vanlegur og líklegur að vinna með Evrópu og EES-samningur klárlega sennilega besti samningur sem íslenska þjóðríkið hefur nokkuð gert. Hann hefur bara fært okkur mikla auðlegð og samskipti við aðra þjóðir og ég man bara hvað gerðist í kjölfæri þegar þessi samningur tók gildi að maður gæti farið í námsferði til Evrópu og það bara snar breyttist í Íslands samfélag til góðs og það er rosalega kjánalegt að vera svona einhver hægri kapitalisti og röfla yfir þessu samningi því þetta er lang besti viðskiptasamningur sem íslenska þjóðríki hefur gert en núna virðist einhvern veginn svolítið vera að fjara undan þessu samningi þannig að ég bara ef ég má lýsa hérna yfir minni skoðun held að sé bara vanlegast að fara að sækja aðild að Evrópusambandinu. Allavega þykir mér allavega skynsamlegt að fara að ræða það og fá samning á borðið og skoða það heldur en að bara tala Evrópusambandi í einhverjum bara skýjaborgum. Fáum við bara samningin í hendurnar og svo getum við lesið hann og kosið hann. Íslendingar hafa eitthvað svona komplex yfir því að láta hafa fyrir sér. Þannig að megi ekki ræða það að það sé hægt að fleita mann áfram að vera sniðugur með ýmislegt sem að við sjáum að er bara léttilega að leikja eftir á Norðurlöndunum eða Skandinavíu og við eitthvað einn svona látumst oft svona undir. Þetta er svona skrítið stundum svona tvísýna í þessu og leiðar sig alltaf í ljós bara í flestum umræðum og þar bara ESB. Já, ég er alveg sammála því að með EES-samningin sko að við höfum svo sannarlega samið vel þar sko. En ég held einmitt að þetta sé svona stórt mál núna akkurat út af þessu þegar að vera að véfengja þennan samning að þá erum við núna stöndum við frammi fyrir þessum leiðum á miklu svona skýrari hátt en áður þar að segja hvort eigum við að fara inn í ESB eða ekki og ég svona
ekki alveg búin að móta mig kannski fullkomna skoðun á því, sko, en ég svona smá hrættu við að missa svona sjálfsákvörðunarvaldið eitthvað annað. Af því að við getum verið svolítið sjálfbæra og ég held að, þú veist, við höfum spilað þennan leik í gegnum eins og þú nefndir áðan, þú veist, í gegnum söguna, svona, þú veist, að það hefur virkað vel fyrir okkur að vera einhvers staðar á milli, en heimsmyndin breytt, Bandaríkjamenn virðast ekki vera vinur okkur eins mikið, en ég vona hins vegar að við séum að fatta að við séum hugsanlega meira nær Norðurlöndunum og meira kannski nær Evrópu í hugsun heldur Bandaríkjum. Og ég held að það sé kannski svona vitundavakning þar, að við séum að kultiverast kannski aftur eftir að hafa verið liggjandi á meltunni af skyndibitaáti og amerískum bíómyndum mjög lengi, þá held ég við séum að sigla kannski inn í svona tíma núna sem við erum kannski meðvitaður hver við raunverulega erum. Styrkja sjálfsmyndina. En hvað heldur að við myndum missa með því að ganga inn í ESB? Já, eins og segi, kannski þarf bara að fá þetta á borðið og samningu verður til þess að hefjast til þess að við sjáum það raunverulega. Ég er ekkert að segja ég sé á móti því Nei, ég er bara forvitin, sko, ef það eru einhverja hugmyndir sem að þú varst með sem að við myndum skipta. Ég velti bara upp, en ég minna þú veist, það eru ákvarðanir teknar þarna, það eru stærri ríkin við þarna inni sem að taka ákvarðanir og það er náttúrulega bara að reyna á það þegar það kemur. Það er alls konar kvaðir sem að einu sinni vildu Ítalir hækka eftirlaun en fenguð ekki fyrir Brussel. Viltu hafa það svoleiðis? Er það svona að byggðum? En það er alltaf svona lykilhugtök hjá hverju þjóðríki. Hjá Bandaríkjunum frelsi svona lykilhugtak, það frelsi jafnrétti bræðralag hjá Frökkum og hjá Bretum hefur, þú veist, breska heimsveldið svona einhvern veginn. En hvað er í okkur? Fullveldi. Það bara lykilhugtak í allri utanríkispólitík á Íslandi og við erum alltaf fullveldi sumarhúsa. Við erum alltaf þetta eilífa smáblómi titrandi tár og við erum svo hrædd fullveldið okkar og það litaði algjörlega umræðina EES-samninginu á sínum tíma, bara einhver svona tilfinningaleg umræða í rauninni mjög praktískan samning og það algjörlega eftir að lita umræðina viðræður að Evrópusambandinu. Og þú vinnur eiginlega alltaf ef þú heldur með fullveldinu. Það er að skemmtilega og sorglega að vera á nýja stjórnarskrá svona út frá því og fagna þannig fullveldinu góða. Við þurfum að skipta út þjóðakarakter til þess að geta gengið hann inn. Það eru mjög fáar þjóðir í heiminum sem algjörlega fullvalda. Það er eftir eitt ríki sem algjörlega fullvalda, það er Norður-Kórea. Það er mjög fullvalda ríki. Það þarf að hafa kjarnorkuvopn. Já, en það er bara svona það er svona rennur fyrir mörgum núna. Það er bara einhver svona lævís. Það er alltaf bara, ég held að það alltaf fyllt einhver svona stríðni bara íslenskum anda sem alltaf í lagi að beisla líka upp frá því að skilja að það sé ekki svona að sé einhver taugatrekking hérna í either or af því að þú veist það eru mínum mati aðrir möguleikar heldur en alltaf þetta er ESB eða ekki ESB þú veist því að þetta er sama þegar Íslendingar tóku við kristni, fólk var samt bara stund að sína siði og sama með þú veist galdrafárið, það var oft margt bara svona lyft og svona já bara slengju fólk að verið svona til friðara hvað svona er Sumir lentu svolítið í því samt en við erum þú veist lævís og þrjósk og líka mörgu leitið það sem er staðfestur landnám komin af fólki sem að var að flýja skattkerfi frá Haraldi Hárfagra í Noregi og segja ég læt ekki bjóða mér þetta og kemur við og fleira þetta er fyndið við búum að landi sem er svona alveg bara sumar og vetur og lala ekki furða að við séum smá svona skrítin og það er mér alveg svona aðeins svona nýta sér það í staðan fyrir stundum það sem að er svona eins og eitthvað svona eldri kúl frænda sem úr alltaf bara hann er ekki að kúl og er eitthvað svona að gera fullt af kúl og þú ert alltaf að reyna aðlaga þig að því að koma þér í sama kúluleikan og hvað hann hlusta og fleira og svo kemur kannski einmitt í ljós bara að það var ekkert gaman í gangi þarna í bílskúrnum og þú veist og eftirlifar af nálum að hvað svona er sem að gefur þetta kynna hvað af hverju var ég alltaf þennan tíma að reyna að hagræða mig eftir koppa frænda En mér finnst þetta líka alveg tengjast inn í innflytjendamálin sem hafa verið á bástónum núna er að það er megin atriði hjá þeim er að fylgja Norðurlöndum að við erum miklu meira opnari. Samt ekki Norðurland með sömu línuna Nei, en við erum miklu opnari heldur en aðrir. Við erum taka, milli 40 og 60% fleiri erlenda námsmenn inn í háskóla og heldur en Norðurlöndin. En það er náttúrulega breyting, þau setja þetta aldrei neitt í samhengi. Það er stór breyting sem hefur orðið á háskólasamfélaginu, bara út allan heim. Þú getur ekki lengi farið til Bandaríkjanna, þú getur ekki farið til Bretlands, og núna er búið að gera það mjög erfitt að fara til Norðurlanda, það kostar. Og það er ein staðurinn á Norðurlöndunum sem kostar ekki að fara í háskólanám,
hér. Það kostar rosalega mikið að komast hingað en námið sjálft, ef þú greiðir fyrir inngöngun í háskóla. Það er ekki að loka fyrir eins og dómsmálaráðherra vill gera. Það er það sem að þeir vilja gera. Við getum ekki sérreglur hér og sogað fólk hingað inn. En málið er, og þú lítur á þetta, þá er þetta 9% háskólamanna. Þetta er ekki meira heldur en 9% af fólkinu sem stundar háskólanám á Íslandi. Það er erlent og stærstu hóparnir eru Pólverjar, Þjóðverjar, Amerikanar, fólk frá Bandaríkin og fólk frá Filippseyjum. Þannig að þetta eru stærstu hóparnir. Þannig að hóparnir sem að þeir eru að tala um, sem hafa stækkað síðustu 3 árum, hafa gert það mjög hægt og þetta er mjög lítil prósenta af háskólanemendum og stærsti hlutin af þeim er í doktorsnámi. 40% doktorsnema á Íslandi eru erlendir. Það er rosa stórt hlutfall og mjög mikilvægt hlutfall af því að þetta er fólk sem er að fara heim til sín með alls konar nýjar hugmyndir þannig að þau eru að koma hingað með sitt og fara svo tilbaka. Það var náttúrulega ídealt eða væri fólk sem hefur lært á Íslandi bara út allan heim og við hefum tengslanett út allan heim, það verður ídealt. Það er það. En líklega er Þorbjörg Sigríður hugsa sem já, það verður ídealt en bara því miður, við hefum ekki annað þessu. Við bara getum ekki verið að reka hérna háskóla fyrir allan heiminn þegar allir aðrir eru búin að loka. Það er svolítið staðhæfingargleði í þessu samt. Já, hún talar svona meira og minna. Já. En þetta er náttúrulega, ef maður lítur á tölunum þá er þetta óraunhæft. Viltu setja bara í Íslenska ríkið á hausinn með því að vera að mennta fólk frá Filippseyjum? Þau koma hingað og stunda vinnu sem að okkur vantar. Þetta eru hjúkunnar á spítölunum. Þau koma hingað til að læra íslensku, eins og Gauti sagði fyrir vikunni, koma hingað til að læra íslensku og vinna svo á spítölunum hjá okkur. Þannig við erum ekkert að fá fólk sem er svo ekkert að taka þátt í samfélaginu með mikilvægum hlutverk. Þannig að þú veist, eiga þessa umræðu með þessum hætti er hún að loka á stórt samfélag sem að bætir hagkerfið okkar. Þetta er ekki eingöngu að tala um fólk sem lítur auðvitað út heldur en Íslendingar eða er að koma hingað til þess að notfæra þessi kerfið, heldur þetta fólk að skila einhverju aftur inn í kerfið. En nú, það var spyrt skýrsla, var ekki bara í gær? Jú. Sem að var eiginlega, Íslendingum fjölga svona mikið sem kemur engum óvart. Við erum búin að fylgjast með ferðamannabólunni sem að sogar hingað að sér vinnuafl og svo hafum við boðið hingað fólki frá Úkraínu, þannig að þetta kemur engum óvart. En svo verið að tala um það að þetta sé mikið álag. Og lausninnar eru svo að fara að taka DNA-próf af fólki eins og að allur þessu hópur hér hafi komið inn á einhverjum sviksamlegum hætti. Ég sá ekkert samhengi í útlistuninni og lausnunum, það er bara ekkert samhengi. Það er ekkert samhengi. Ég var að lesa þetta í dag sko áður en ég kom. 9 fötin keisarans. Já, það er bara til þess að því að þetta er svo hættulegt fólk. Við sjáum þetta fólk sem er svo öðruvísi að því að stærsti hópurinn sem við erum að tala um, sem þau eru að tala um, eru náttúrulega Úkraínubúar og Venesúelubúar sem hafa komið hingað á síðustu árum og svo flóttafólk frá Palestínu. Það eru stærstu hóparnir sem eru að koma inn og þetta er fólk sem við böðum hingað. Þannig að þau eru ekkert, þú veist, það er ákveð álag á kerfið í einhver tíma en svo þegar að fólki jafna sig þá er það hluta kerfinu eða þegar það hefur tækifæri þá fer það aftur heim. Manni sýnist það á tölunum að ef maður tekur hlutfall innflytjenda í fjölguninni eins og alltaf verið með fókusin á, þá komið jafnvægi það núna frá haustmánuðum af því að ferðamannabólan er hætt að þenjast út eins og sést bara á því að það eru veitingastæðar að fara á hausinn og það eru augljóslega að það er að draga saman og þar að leiðandi mun þetta leysast að sjálfum sér. Það verður ekki sama eftirspurn eftir að koma hingað, líkist ég við. Já, maður verður bara að trúa á velvelja fólks. Þetta er svo lúsaralegt að vera alltaf eitthvað að skapa eitthvað svona illindi í garð fólks. Fáránlegt, allt við svona og allt þessi brögð og tafir í eitthvað sem á bara að vera umræða allavega hvernig við beita samhug og aftur á ný það er eins og þurfum bara að ræða eina þessi grunnmálefni gagnvart því bara hvernig viljum við koma fram sem land hvernig viljum við vera sem Íslendingar að vera Þið viljið ræða það. Skipla fólki út. Við borðið þegar þeir að ræða hvernig við höfum að vera Íslendingar situr líka fólk sem segir við getum ekki haft opin landamæri eins og að kalla. Þess að fólk geti komið hingað. Við erum ekki með opin landamæri. Við getum ekki haft frjálsaflutning fólks hingað og gott velferðarkerfi. Þetta segir fólk bara þetta segir bara fólk í öllu flokkum það bara fittar ekki saman ef að fólk kemur hingað þá kemur það hingað og þó að það sé að koma hingað grunnsálega eitthvað þá er fólk að greiða inn í skattkerfið þetta er fólk sem er að skila einhverju af sér þannig að þú veist, þau eru ekkert að setja skattkerfið á hausinn það er ekki, þú veist, 20% Íslendinga eða fólk sem býr á Íslandi á
í kerfinu að nota kerfið þannig. Þú veist, við erum öll að greiða inni, þau eru öll að vinna. Ég var að kenna í gær mínum hópi sem einmitt eitt af þessum stórum hópum sem kemur frá þessum löndum sem mig ræðir og þetta svo flott fólk, þetta svo bara málefnalegt fólk, þau eru búin að læra svo mikið, bæði heima hjá sér og svo koma þau hingað og eru búin að læra alveg heilan helling. Við vorum að tala inngildingarstefnur út allan heim í gær og bara hlusta á þess að nemendur tala inngildingu í skólastarfi í löndum þar sem að það ekki til eða varla til og hvaða hugmyndir þau eru með hvernig þau geta farið heim til sín og breytt þessu. Og þetta það sem við erum að bjóða upp á þegar við erum að tala að þessi nemendur koma hingað til þess að læra með okkur. Þetta það sem við erum að gera. Ja, þetta náttúrulega bara mjög viðkvæmt mál, sko, líka. Þetta líf fólks og fullt af flottu fólki sem hefur komið til lands og gert alveg frábæra hluti. En náttúrulega við verðum líka að vera, þú veist, líka hugsa sko, þú veist, það er bara eiga sér stað gífurleg fólksfjölgun og við verðum að geta tekið vel á móti fólki sem kemur hingað. Við verðum ekki mikið fókus á því. Nei, það kannski vantar. Við verðum ekki að byggja hús eða... Nei, það vantar kannski lausnirnar þarna, sko. Og búðir í staðinn. Já, akkurat. Það gefa aðgengi að tungumálakennslu. Það Við verðum ekki að því heldur. Stærsta málið að mínum mati, sko. Akkurat. Það var nú ekki verið að setja ný útlendingalög, það var nú bara verið að skrifa skýrslu. Já, þetta er einhver starfshópur sem skrifaði nýja skýrslu. En það er alveg rétt hjá ykkur, svo fram við komið að bara öll þjóðarframleiðsla og aukinn hagvöxtur hefur byggst á innfluttu vinnuafli síðastliðin ár og þá segir fólk nei Freyr, það hefur bara sko kerfið hefur stekkað en það hefur ekki meiri hagvöxtur á mann. Já, vinnumarkaðurinn þarf þetta þessum innflutningi á láglaunafólki það hefur ekki leitt til þess að það hefur aukist hér landsframleiðsla á mann. Nei, svo er það útreikningur út af fyrir sig. Þetta ferðaiðnaðurinn hefur kallað á þetta vinna. Stóra hópa láglaunafólki til þess að halda kerfinu gangandi og þetta er ekki góð þróun á Íslandi. Hver er svona landframleiðsla þín daglega til dæmis? Ég ég var að ótrúka að við búum til mikið að peningum það er samt alveg röksemd út af fyrir sig. Það er búið að vera hagvöxtur á Íslandi í langa tíma, sérstaklega út af ferðaðina. Þú varst að ég er að tala eins og Kristur Hrossdóttir, sko. Ég er ekki að tala eins og ég. En hér hefur ferðamannaðina blásið út og er það gott vegna þess að við vorum bara gjaldþrota þjóð eftir hrunið og þá kom ferðaðinn og bjargaði okkur svolítið. En við höfum þurft að flytja inn mikið af vinnuafli sem kallar náttúrulega á mikla innviðauppbygging og ein ástæða fyrir uppsprengtu húsnæðisverði og öðru slíku hér og skuldum sveitarfélaga og annað slíkt. Þannig að þetta er mjög dýr hagvöxtur ferðamannaðinaðurinn en enga síður þá þarf vinnumarkaðurinn að afla og við höfum séð bara frábærar breytingar á íslensku samfélagi með vaxandi ferðamannaðinaði og fá þetta fólk inn og þeir eru stórmestu hluta Pólverjar sem koma inn og eru bara vinnur okkar og Íslendingar og hafa aðlagað samfélaginu mjög vel. Beygðu það upp eftir hrunið. En sko henni Þorbergur til varna, þá finnst mér alltaf þetta er náttúrulega hluti bara af evrópskri bylgju. Evrópa er aðeins farin að loka sig af. Danmörk og Svíð. Þetta er bara svona hluti af evrópskri bylgju og Það er svona tískubylgi með stjórnmálamanna. En þessi stóri innflutningur af fólki hefur kallað náttúrulega rosalega samfélagsbreytingar og það er bara verið að tala íslenskuna og allt það. Það er alltaf að ræða þetta á þess að fara út í einhvern ræðslu og einhverjar pólariseringar. Þetta eru rosalega samfélagsbreytingar og það í sjálfu sér er alveg risastórt pólitískt mál sem má alveg ávarpa að ræða á þess að fara í einhverjar tvær skotgrafir. Upp átt, ég veit ekki. Akkurat, sko. Þú veist. Mér finnst líka tengja sko beint upp umræðuna þína að þú veist hver erum við í þessu stóra samhengi þú veist hvernig ætlum við að líta út eftir 20 ár, hvernig viljum við vera þú veist, erum við að missa íslenskuna það eru margir sem segja að við séum þú veist að það sé einhvern veginn út það er ekki út innflytjendum eða? Nei, það er náttúrulega ensku menningarheimurinn er bara að kyngja okkur en ef við hugsaum það eins og þú sagðir þú veist það er ekkert aðgengi að íslensku sem nám þú veist ef þú ætlar að vera hérna að vinna og ætlar að sækja íslensku nám það er rosalega erfitt að finna það á réttu tíma eða það er rosalega kostnaðarsamt og þó að stéttarfélög greiða eitthvað niður þá er það samt kostnaðarsamt ef þú ert að vinna tvær vinnur eða ert að fara og ert átt börn og það er svo margt svo flókið í þessu og svo bjóðum við ekkert upp á það mikið aðgengi að tungumálinu. Nei, og líka bara þessi rembingur í umræðinni bara mjög einkennilegt að
rembugrum við það að ég get ekki pantað sér brauð í bakarínu nema að tala ensku ofta ekkert leitt saman af aðilar sem að kýsi hann endurbætur, kerfisbundnar, varðandi aðgengi og að tungumálakennslu. Þannig að þetta fer algjörlega á mis við það sem við sem viljum kalla stolt, sko. Þetta svona... Akkurat, og við líka sem samfélag þurfum að bera svolítið ábyrgð á hvernig umræðan sko. Við hefum ekki fara út í, þú veist, polariseringar og annað slíkt og vera að geta bara að tala saman. En ekki óskhyggja að geta komið þessu máli gegnum umræðina án þess að heyra frá bakaríinu og ég meina, gangi ykkur vel ef þið ætla að koma sér gegnum íslenska umræðu og ekki hitta neitt vitleysinga á leiðinni. Nei, það er umræðan, sko, að því að mál líka með þetta, var að svona tala afbyggingu kerfis og fleira, þú getur aldrei rætt þetta eins og þú getur sjálfur tekið þig utan kerfisins og hort inn og gagnrýnt þannig. Allt sem að þessu viðkemur eru við hlutdræg í því að vera innan þess, en það er samtalið og það eru líka vitleysingarnir. En þetta er samt bara munur ásamt að gefa því skilning að svo sé. Að þetta sé ekki þessi keppni einmitt þessar polariseringu í þessum málefnum. Að þetta eigi bara að vera meiri samlettni í að fólk sé mismunandi en vilji leiða saman góða hesta. Akkurat, og þannig er ábyrgð fjölmiðla líka mikil, sko, finnst mér í umræðinni, sko, hvernig umræðan fer fram, sko. Og mér finnst oft á tíðum verið að í fjölmiðlum verið að kasta hlutum fram í umræðina sem kannski mætti bara sleppa. En þess að svona kost út í kosmosi, þau bara skapa leiðinda milli fólk, sko. Það selur. Við hefum komið þetta svolítið óvart að svona gasprarinn, að hans gaspur fær bara sama sess og sá sem er að segja eitthvað að viti, gefur ykkur þekkingu. Og ég veit ekki alveg hvað, það er eitthvað öðruvísi heldur þegar ég var í blaðamennsku alltaf. Mér finnst þetta gengi lengra. Ég pröfaði að hendi svona reyna að setja einhverja staðreyndir í þetta. Til dæmis ef maður tekur svona miðflokkinn, hann er að gagnrýna það að komi of mikið af fólki sem hefur ólíka menningabakgrunn og getur ekki samlegast og líklega tala fólk frá Miðausturlöndum. Stundum er þetta eiga samtal við ykkur og graf. Við sem lendið sama og Svíar. Þannig ég tók saman og bar saman að hvað eru margir frá Sýrlandi í Svíþjóð, það voru hlutfallslega jafnmargir hér. Þá ættir að vera rúmlega 10 sinnum fleiri. Sama með Írak, sama með Íran, sama með allan annan heimshluta. Samt erum við að hlusta allan daginn það að við séum bara lendið í sama og Svíar og ég veit ekki hvað þetta er, þeir líta þetta sé hættuna, en þessi hætta bara er ekki á Íslandi. En af hverju erum við þá allan daginn að tala þetta ef þetta er ekki? Að þetta er pólitískt mál, þá færðu, ef þú skapar hræðslu, þá vill fólk kjósa en af hverju færðu Bylgjuna og Stöð 2 og RÚV og Mokkan og allt saman sem lúður til þess að blása þessar hræðslu ef hún er bara innanslust kjaftaði. Það er náttúrulega ein helsta útflutningsvara Bandaríkjanna þessa dagana er náttúrulega menningarstríð og það er bara, þetta stríð er bara menningarstríð flutt inn í miklu magni hingað til Íslands og þessi gasprari er oft bara í símanniðinum og á Facebook og á samfélagsmiðlum og oft er þetta bara svona eitthvað digital rifrildi og oft er þetta ekki einu sinni alvöru fólk, þetta er bara digital fólk að polarisera umræðan í einhverjum digital heimi og bara þetta stundum er bara nóg að slökkva símanum og þá verða þessi vandamál ekki til. En ég er ekki að segja þetta sé ekki til, ég fer stundum líka bara í sund og hitti gasbrana þar, ég hitti til og með stundum kalli í heitabótinu. Ég fer ekki í sund út af gasbranum, sko. En ég get, þú veist, þá er gasbranin, sko, hann er aðeins hlýrri og manneskilari og heldur hann er hann stendur á tippinu fyrir framan mig í búningsklefanum, þá bara ég ræð ekki þú horfir í augun á honum til að skilja það. En veist, ég get alveg skilja þegar maður spjallar við hann og hlustar á hann að hann sé pirraður við því að það tala engin lengur íslenski bakaríinu og hann vinnur í byggingavinnu og það eru allir bara, það tala allir pólsku það til dæmis, hann lýsti þessu fyrir mér, hann vinnur í byggingavinnu og það tala allir pólsku. Þetta er náttúrulega rosaleg breyting á íslensku samfélagi og það er alveg hægt að ræða við hann á þess að fara í eitthvað drifrildi og ég kalla hann rasista og hann kalla mig eitthvað vókaumingja, skilur. Við getum alveg rætt saman og ég held að það samtal þurfa að eiga sér stað á næsta árum. Ég hef lagt á borð eitt dæmi í mörg ár sem er einhvern veginn svona. Ég er kona sem byrjaði að vinna út á Granda í fiski fyrir 30 árum og var þar að vinna bara með vinkonum mínu við að hreinsa fisk og það gaman alltaf í kaffitímanum.
og svo fór ég upp í Breiðholt og þar hitti ég hérna konunnar í stigaganginum. Núna er ég að vinna þarna ennþá og ég er eini Íslendingur sem er eftir. Allar hérna hinnar konunnar eru hérna ekki frá Filippseyjum og svo eru nokkrar frá Póllandi og fleira. Svo kem ég upp í Breiðholt og þar eru bara, ég held að sé bara 80% af fólkinu sem býr í blokkinni hjá mér. Allir sem búi í stigagangnum eru erlendu, þannig að ég er eiginlega, það er svona menningarheimur sem ég held ég að vera að ganga inn í á mínu fullorðinsárum. Hann er bara farinn. Og ég segi, hvað er að gera við þessu konu? Svo fer hann að tala henni þetta er náttúrulega til. Já, þetta er þú veist að þetta er hérna heyrum stundum frá fólk sem er á elliheimilum og það bara allt í einu er það lokað inn í heimi þar sem enginn talar íslensku og ég meina það er náttúrulega þetta er náttúrulega heimurinn er farinn frá þessu fólki og þetta er raunverulegt. En það er líka gapið sko með íslenska tungumálið sko að ef það eru engir Íslendingar sem eru að vinna á þessum stöðum og við erum ekki að bjóða upp á íslensku kennslu þar sem að fólk sem er að vinna á þessum stöðum getur nýtt sér það til þess að vinna með þessu fólki af því að maður veit að fólki sem er að vinna á til dæmis elliheimilunum það er að gera það ástúð og myndi frekar vilja geta tjásið á íslensku við fólki sem að er þarna. Þetta er ekki bara fólk sem tekur að sér vinnu af því að það hefur ekkert annað að gera. Þetta er að taka vinnu sem enginn annar er að sinna og þetta er menntað fólk, þessar konur Ég er ekki þessi sökið sem þeirra, ég er að vera hérna konan sem er hérna inn á herbygginu og upplifir sig ótrúlega einmanna. Hvað heitir hún með leyfi? Hún getur þetta Guðrún. Ég meina, hvað, þú veist, ég ætla ekki að fara að gráta tárum með fyrir eitthvað svona það er fullt af fólki sem að líka verður fyrir í þessari umræðu þar sem að það er svona svona skapaður ímyndunarleiki hið góða, fallega Ísland og hugguleg heitin í bakaranum og horninu og þegar maður ræddi málin og fleira og hérna þetta er ekkert farið. Þetta er bara langt í frá að vera farið og hluti af því að leiða þessa nostalgíu fram í dagsins ljós í dag per landframleiðsla fer líka að snúast það að gefa því einmitt samkennd að þetta er ekki óvinir þínir fólkið sem að kemur frá öðrum löndum og vinnur tíma sem að by default eru alltaf á þeim tíma sem að það væri hægt að fara í íslensku námskeið hvað sem það er og er ekki að mæta neinum svona andúð þegar vilja tala íslensku. Það er engin vorkun sem þarf að skapa fyrir hérna ímyndu Guðrúnu þegar það er fólk hérna á öllum heimshornum sem hefur gefið sig að sinna henni. Er það ekki fyrst fallegt og síðan hitt fremur en að leiða þetta áfram eins og þú ert að segja við henni að þú verður bara að sætta þig við þetta. Ég er ekki að halda fram að hún hefði haft kröfu að heimurinn yrði eins og hún hefði helst búist við. Ég meina ekki vera minn heimur eins og ég bjóst við. Nei, ekki minn heldur en ég. En ég er að tala að þú veist að það eru samfélagsbreytingar. Það eru komið sko 20% hérna landsmannarorðin innflytjendur. Það veldur mikilli menningarlegri breytingu, sérstaklega í láglaunastörfum, sérstaklega upp í Fellakuri. En ég er bara að velta fyrir mér hérna kannski höfum bara ekkert rætt þær menningarbreytingar sem að sko innfæddir verða fyrir. Það er samt, ég meina ég er með mörg dæmi af leikskólum sem hafa nýtt sér tækifærin til þess að fara inn á öldrunarheimili með litla krakka sem eru með annað mál og fá fullorðið fólk Íslendingar til þess að tala við þau, lesa fyrir þau og alls konar. Þannig það er alls konar hluti sem að samfélagið eins og þú segir að við þurfum aðeins að gera betur sem Íslendingar. Hvernig við getum gert það að nýtt Ísland. Þannig að við erum að nýta þann arf sem við höfum til þess að halda því áfram. Og byrja kannski bara fyrst árið þumulpöttareglu að bjóða þá bara góðan daginn á íslensku fyrst. Ég ger það alltaf. En þetta er svona spurning að skapa opnara rými fyrir fólk til að stíga inn í því við getum verið voða svona oft svona snefsinn á að svona einmitt. Leið og þú hættir að spurja, sko, leið og þú lappar inn í búð og segir ekki góðan daginn eða segir góðan daginn og breyt svo yfir á ensku, þá ertu að taka valdið af manneskjunni sem er í búðinni. Bara strax. Það meinar að byrja að tala ensku áður en góðan daginn og svo byrjar að tala íslensku og ef að þau svara ekki, þá spyr ég alltaf íslensku eða ensku og leyfi þeim að velja. Af því að þá er ég ekki að taka neitt valda neinum til þess að æfa íslenskuna. Af því við þurfum líka að vera rosalega þolinmóð að hlusta á fólk sem er að tala íslensku, sem tala það kannski, ég gerir margar villur sjálf. Ég er tvítyngd og gerir margar villur sjálf og veit alveg af því. En ég þor alveg að tala íslensku. Þeir eru líka saman í liði, þú veist, því við viljum, þú veist, skilja svo ég geti fengið þetta góða bagett og þá er bara, þetta er bara
að vera góðvilji við fólkið, að segja þetta betra, þetta hérna og þú veist, það enginn að segja því fylgja en við þurfum alltaf að vera sammála líka fullvelja manneskjuna en við getum átt í hversdagslegum samskiptum bara. Og þetta það sem innflytjendur tala mikið er að það rosalega erfitt að komast inn í Íslands samfélag, að kynnast íslensku fólki og það fær sjaldan boð heim og ýmislegt annað og það bara gerir það að verkum að það miklu erfiðar að vera hluti af samfélaginu. En það orðið svona smá breyting, við erum alveg hægt að skamma fólk fyrir að tala vonda íslensku í fjölmiðlum og svona, maður sér það ekki eins mikið eins og aður, en við erum meira að fara að skamma fyrir fólk fyrir að tala lélega ensku, eins og til þess menntamálráðherrann. Það bara svona aðalgrínið að einhver Íslendingur tali vonda ensku, það þykir rosalega svona púk og hallarslegt og hann ekki alveg ráðherra því hann lélegur í ensku. Svo sé ekki tala dönskuna, sko. Hann ekki alveg Íslendingur því hann talar ekki nógu góð ensku. Ég held að almennt gerum við okkur ekki grein fyrir hvað við einangrum innflytjendum mikið. Ég man að ég fór eins og á Patrísfjörð og var að spyrja fólk hvað sem mikið af hérna, ég held að sé 30+% sem eru innflytjendur þar. Og var að spyrja fólk og Íslendingarnir sögðu að þetta alveg runnið saman sko, allt hérna hjá okkur en innflytjendur sögðu nei. Þeir átta sig á hindrunum og við sjáum þetta ekki eins og þú ert að tala að við bjóðum ekki innflytjendum í mat og við áttum okkur ekki á því að við erum með það á svona sér bás. Sko í Minnesota, því að það eru mikið af Skandinavíum þar, þá talað eitthvað sem heitir Minnesota Nice. Og þá það að þú kynnst fólki frá Minnesota en þú farið aldrei að kynnast þeim. Það alveg svona mjög svipað hérna heima. Þú hefur þína saumaklúbba og menntaskólavini og allt svoleiðis og maður fer oft ekkert út fyrir þá hópa sko. Og það gerir það verkum að maður kemst ekkert inn í. Ég var rosa nervös þegar ég flutti heim. Hvort að ég myndi eignast einhverja íslenska vini. Af því það var mjög erfitt og ég var krakki sko, var gegnum skólan. Herðu, má ég aðeins halda áfram að tala þetta? Af því að þið eru að tala svona að hérna, Íslendingar eru alls konar alls staðar frá og það vera ótrúlega hérna, kosti og fólk drífur hingað að til þess að halda samfélaginu gangandi og við verðum bara að vera almennilega hvort við annað og búa til samfélag sem svona bara aukin jöfnuður og aukin réttindi og mannvirðing og eitthvað fleira. Það bara hluti í samfélaginu sem segir, já ég heyr alveg hvað þið segir og svona, ég sé alveg hvað myndi ætla að draga upp á framtíðinni en mér langar ekki þangað. Ég vil frekar hafa svona, ég hvítur kall og ég vil ljóta þeirra réttinda sem ég hef sem hvítur kall og ég ætla ekki að láta hérna, það að hendi. Thank you very much. Goodbye. Nei, það bara, mér finnst þetta að vera með Trump og fleirum, en þá var þetta bara orðið svona viðurkennd skoðun þar sem að við vorum alin upp við að við værum svona automatískt á leiðinni til, við verðum að vera betri manneskjur. En ég meina Trump engan á að vera betri manneskja. En það partur af þessu menningarstríði sem verið að flytja inn til Íslands að bara ef að egg að hækki verði þá hlýtur það að vera útlendingnum að kenna sem að að koma og kaupa hinn ekkert sem ég ætlaði að kaupa í kaupfélaginu. Það svona sagan sem sögð í Bandaríkjunum sko að það sé innflytjandinn sem að hækka verðið á húsnæðinu og eggjónum og taka frá honum vinnuna sko. Og það farið að segja þessa sömu sögu hér. Já. Herra gamma. Og þá svo sviðsett svona æsesett einhvers staðar, voru þeir ekki, hvar voru þeir núna síðast? Charlotte og Raleigh. Og fóruð þangað, fréttamyndir í 2 daga, það sem verið að handtaka fólk út á götu, bara sviðsett leikrit fyrir aðra sem að hattast út í útlendinga, getur hótt á það í fréttunum. Sko, þetta alveg, þetta svona hræðilegt. Heimur sem við erum í. Já, en þá gerum við bara eitthvað til að breyta því. Það ekki hægt að segja að þetta sé svona að því bara. Það eru öll lög hérna bara ristuð steina guði, þetta manngjart, þetta kerfisbundið. Það væri svona. Það ekki að vera eitthvað svona stóiskri neikvæði maður svona sé þetta bara. Hvað er að gera við mannin sem ég var að leika, við kallum hann Karl sem ég var að leika núna síðan? Ég skil bara Karl mjög vel, ég meina við erum búin að búa þessari eyju í 1000 ár, 1200 ár, alveg einn, það hefur enginn komið hingað, enginn sýnt þessu landi áhuga nokkuð tíman fyrir sko 10 ári síðan. Þá var fólk að koma, ég man bara því að ég var ungum aðri Breiðholtinu og hitti mann í strætó sem var frá Breitlandi og hann sagði að það eru ferðamaður. Við vorum svo hissa, við áttum ekki orð hvað hann var að þvælast hérna. Það hefur enginn komið inn í 1200 ár og enginn sýnt þessu landi nokkurn áhuga fyrir svona
fyrir 20 árum síðan bara þegar Björk sem á afmæli í dag byrjaði að syngja og það byrjaði fólk að koma hérna og það bara mjög eðlilegt að vera, við erum öll íhaldssöm, við erum öll svona hjarðdýr og hópdýr og svo náttúrulega bara líka, þetta rosaleg samfélagsbreyting sem við erum búin að sjá og upplefa hérna síðustu 10 ár og það alveg að sýna með einhverju tölfræði og það að sýna margt með tölfræði ef þessi fjölgun myndi halda áfram sem nú frekar ólíkleg svísmynd eins og þú ert að lýsa á hún svona hjaðina núna en ef hún myndi halda áfram eins og hún hefur gerst í Ísland 10 ár þá erum við að sjá bara algjöra gjörbreytingu á íslensku samfélagi og þetta er stórt mál í alvöru tala sem er pólitískt og þarf að ræða og útkljá á þess að það sé gert með einhvern ræðsluúrræði. Já, ég alveg sammála Freyr þarna sko, ég held að við erum búin að upplifa náttúrulega í mannkynssögunni mjög svona hratt skeið sko af óbærslega miklu frjálslyndi út allan heim og við erum að upplifa núna einhvers konar svona viðbragð margra landa við því og viðbragði kemur kannski að fyrir þetta hratt og mikið fyrir marga sumir kannski eru hræddir að missa sitt eigið identity og þetta eitthvað viðbragð við því og auðvitað á maður að reyna að mæta því að skilningi líka. Þú veist, maður á að hlusta eins og vorum að tala áðan á það, byrja af hverju, þessum að tala börnin sér líka, skilur af hverju líður þér illa, hver ástæðan fyrir því og reyna að sýna því skilning, sko. Þannig að ég skil alveg viðbragð þannig séð í grunninn, en fólk kannski þarna sem þarna bregst oft við mjög aggressíft og dómhart og ósanngjarnt við þá sem eru kannski bara að reyna að skapa sér gott líf hér á landi koma hingað til lands og eru að flýja einhverjar aðstæður og svo framvegis og það er þetta fólk sem kannski lendir í því að vera hrópað og fjölskyldur sem koma hingað sem eru kannski bara að flýja það er eðli orðinu flóttamaður að flýja eitthvað það fólk sett í gapastokkin sko, í umræðinni Yfirleitt höfum við verið í hinumhlutverkinu við vorum náttúrulega flóttamenn þegar við komum hingað til þessa lands og þriðjungu þjóðina fór til Kanada hér í hungur og allt búið áður en ég fættist Já, við höfum verið í hlutverki flóttamann Þetta bara að því allt fólk svo forvitnilegt og þetta svona oft í þessu akkurat að það vantar svolítið bara líka að skapa samtal bara það sem við gerum alltof oft ráð fyrir að sé sjálfsagt og þetta eru hugtök á borði eins og ég segi fjölskylda og við sammælumst öllum í að fjölskylda það þýðir mismunandi bara fyrir hvern einn og einasta hvað vinátta, hvað matmálstími og fleira og þarna þetta allt eitthvað sem að má bara spyrja sína milli sko í einlægni það er ekkert amatör að spyrja grunnspurninga þetta eins og skrítið hvernig þetta verðist svona eldast af okkur því að maður með svona kæra minningar að vera í barnaafmæli og allir voru með símabækurnar og bara við að skrifa númerið þitt og var alltaf uppáhaldsmatur, uppáhaldslitur og maður bara bara það er lasagna og það er bara grænn og ekkert mál og svo sér maður svona hvernig þessi svona samræða fer að þróast hann í það ef í dag þú spyrir eitthvað hvað uppáhaldsliturinn þinn? Það kemur bara ertu það að meina, sko, fann þetta húsgögn eða svona, hvað væri besta á vegginn eða væri það, þú veist, fyrir föti eða bara lalala, bara hver uppáhaldsliturinn þinn? Eða hvað þetta? Það er alltaf eitthvað svona, eins og sé vera að potast í að sko leitast eftir samþykkt að einhverju ímyndu svari þar sem að það er akkurat samtali sem að það sem á að vera svarið og það er þetta í að kynnast fólki og það er að leiðandi líka bara aðeins sem manngera það og mæta augun og sjá hvað það margt sem maður getur leitt fólk að hér og líka sömulegist á alpt okkur en maður getur ekki byrjað eflingu ef maður veit ekki hvar maður stendur fyrir fram að spegli. Ég ætlaði einmitt að segja sko eitt af því sem við gerum rosalega oft hérna að tala innflytjendur en ekki tala við og með innflytjendum og þú veist, við leysum þetta vandamál ekki ef við höldum áfram bara að tala innflytjendur þú veist, ef við færum að tala við fólki sjálft og spyrja hvað viljið þið, hvað finnst ykkur réttlátast, finnst ykkur kerfi virka, veist, þá myndum við kannski fá svör við þessu sem við gætum þá laga kerfið Veist, það svolítið svona, við þurfum svolítið að passa okkur og þegar við erum að gera þetta, Íslendingar eiga líka til með að þegar það vantar einhvern til þess að tala við, þá veljum við alltaf fólk sem við þekkjum í staðin fyrir að kynna okkur aðeins betur hvaða fólk þarna til sem að hefur mismunandi sýn sem gæti boðið eitthvað nýtt í staðin fyrir alltaf að bjóða upp á usual suspects.
Ég tók góða sirpu hérna fyrir 2 árum eitthvað að tala við innflytjendur íslensku og það breytti svolítið svona minni sín, mér líkt á því sem þú varst að tala áðan og líka að fólk vil ekki hafa ensku sem millimál, vildi frekar tala við Pólverja, tala við Filipseyinga á íslensku frekar en ensku, það var eiginlega bara absúrt og alls konar svona sjónamið sem að... Já, fullt af vinum ég tala bara við á íslensku sem erlendir sko. Ég bara tala aldrei við á öðru máli. En er þetta rétt sem að Freyr var að segja að við höfum verið svona rosalega einangruð, þetta ekki að austan og svona, er ekki hellinga frökkum þar og alls konar? Í dag? Nei, bara Þetta er mýta. Fyrir vestan líka. Vestan og hérna bæði menn að veiða fisk og hval og hefur ekki alltaf verið opinn einhvern veginn, er þetta ekki bara rugla við alltaf svona lokuð eitthvað? Já, sko, Elín Pálmadóttir skrifaði bók frönsku sjómennina og þeir máttu bara eiginlega ekkert fara í land og höfðu lítil samskipti við konur, þannig að þessi svona þjóðsagum að allt þetta svona dökkara fólk fyrir austan séu afkomandi fransku sjómanna, það allan Elín Pálma í sinni bók sagði að stæðist engin rök, sko. Þannig að Þorvaldur hefur ekki lukkið þaðan? Nei, hann er bara með norska lukkið, sko. En hann er að fara að leika skota í kvikmyndið, ekki? Ég er að fara að leika, já, svona norrænan skota. Í mynd sem er skotin í Skotlandi. Já, skotin í Skotlandi. Herðu, þetta var umræðan ESB. Fyrsti punktur búinn. Já, en við vorum líka að ræða þetta Þorbjörg Sigríður sem mér svolítið skrítið með hana að því að mér svona herska á útlendingamálum og svolítið á skjön við Viðreisn og í gær var ég að horfa á hana og ég var að velta fyrir mig hvernig allir sé með fólki í Viðreisn, allir sé allt ánægt með þetta. Sérstaklega þegar Sigmundur Davíð mætir bara í kvöldfréttunum og segir að þetta er algjörlega brilljant hjá Þorbjörgu Sigríði, eins og bara sagt úr mínu munni. Heldur að fólki í Viðreisn svona hugsi ég býtu, heyrðu kannski komið með þetta mál í eitthvað að furðulega slóðir. Það ætti kannski bara að fá að ringja í þau núna. Það þykir ekki þannig þessu. Þetta var nú bara einhver skýrsla á starfshópnum. Nú er að hefjast eitthvað samtal sem við skulum vona verði bara svona á vitranum og skynsamlegum notum. Ég meina samtalið byrjaði fyrir 2-3 árum. Við erum búin að skrifa nokkur bréf í gáttina sko, þar sem hefur verið fjallað þetta. Þetta byrjaði fyrir 2-3 árum. Sérstaklega það að taka útlendingarna út fyrir reiknilíkan háskólana. Þannig að þetta er aðeins meira. Ég hugsa mig sko að það hlýtur að vera einhver hljómgrunnur þarna. Sem hún finnur. Já. Ef henni finnst þetta allt í lagi og það þurfi að tala þetta núna, að þá er eitthvað staðar einhver hljómgrunnur þarna sem að Íslendingar að fíla þetta. Þú veist, annars myndum við ekki þola það. Það er alveg örugglega. Segjum að það sé bara 30% af fólki á þessari línu sem er svona þeir sem gefa sig upp fyrir að kjósa Miðflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn. Og þá heyrirðu þegar þú ert að tala svona, þá heyrirðu þú veist skellið. En ég myndi halda að stjórnmálamaður myndi reyna að tala svona yfir allt og reyna að halda sko öllum einhvern veginn saman. Ekki vera bara að velja einn hópinn og tala innan úr honum. En er þetta ekki svolítið tengt? Ég veit ekki, ég hugsa þetta, mér finnst það að vera svolítið tengt því að við erum að sjá líka sko að Miðflokkurinn er komin hærra í könnunum heldur en Sjálfstæðisflokkurinn. Mér finnst það einhvern veginn þetta er þessi sveig sem að er að gerast bara út allan heim þar sem við erum öll að verða íhaldsamari, fjandsamari og viljum bara vera einn og útiloka aðra. Ég veit ekki, þetta er eitthvað sem það er mín tilfinning allavega. Það er sjálfsmyndarkomplex. Viðreisn er náttúrulega að verða svona Evrópuflokkur, miklu meiri Evrópuflokkur heldur en Samfylkingin og veru og fjalla miklu meira Evrópa til samfélkingin og það er dálítið athyglisvert. Ég veit nú sem ekkert hvernig stemmingin er fyrir þessu sem Þorbjörg var að kynna í gær en ég hlustaði líka Sigmar Guðmundsson tala á þessum nótum, ég sé það bara ekki. Nei, og ég hlustaði líka á Daðama daginn kynna nýja fjármálastefnu. Nei, hún byggist nefnilega að hagvöxtur á næstum árum byggist töluvert á innflutningi á nýju vinnuafli. Þannig að þetta er ekki alveg svo oft er sagt, hljóðamyndir ekki alveg að tala saman hérna. Nei, þetta er bara rasismi. Það kemur fram í þessari umræðu. Já. En það þarf allavega að, þú veist, ég veist alveg eðlilega umræða að skoða bara hvað þolir þetta litla smáriki Ísland marga innflytjendur. Það er alveg ástæða til þess að skoða það og ræða það. Því að Steinunn nefnir orðið rasismi. Mér finnst áhugavert svona undanfarna mánuði að þá hefur verið haldið fram að maður megi alls ekki segja við rasistan að hann sé rasisti. Því að þá verður hann meiri rasisti og þá breyðist rasismi út. Það hef ég heyrt þessa kenningu. Og maður bara fara í hort og er bara ekki segja neitt. Þú veist, nei, það fólk rasistar verður það bara að líta inn á við og hætta að vera svona fáránlegir.
Fasistar í gamla dag voru bara stoltir yfir því að vera fasistar og kölluðu sig fasista. Ef maður kallar fasista í dag fasista, þá verður hann móðgæður. Það náttúrulega svolítið svipað núna með rasismann og það sem að er að gerast í Bandaríkjunum, sko, hann leyfir allt. Trump leyfir þetta. Þannig að, þú veist, þú þarft ekki að vera ágengur í því að kalla einhvern rasista. Það eru alls konar leiðir til þess að segja þetta, að spurja frekar heldur en að beina, já, þú ert rasisti, ég tala ekki við þig. Af hverju hugsaðu svona? Það er þetta aftur, við erum komið aftur í samtalið. Hvers vegna ert að segja þetta? Hvaða hugmyndir liggja þarna bakvið? Ef við gerum það ekki, þá er heldur ekki, þá lokast rasistinn líka meira inn og verður meira rasisti af því að hann má ekki tala neitt. En í Ameríku þá bara veður hann á súðum. Það var hann að viðtal sem að Tucker Carlson tók við hann hvað heitir Fuentes og sem bara nasisti og bara mærir Hitler og hafnar helförinni og er gyðingahattari og alls konar. Og Tucker Carlson sem er svona stofuvædd rasisti, það tók við að viðtal og það er svona smá deila þetta og ég las tali, ég held að það er belgískur svona stjórnmálakall sem hafi komið þarna svona hægri sinnaður, hafi verið að tala við bara fólk í Washington og verið að tala við svona intern og svona þetta unga fólk sem var að vinna í kringum þessu hægri menn og hann segir að sín könnun hafi leitt í ljós að 40% af þeim tilur að vera Fuentes vera bara hugsuð. Þannig að stór hluti af makarhreyfingunni yngra fólkinu er bara að hlusta á nasista. Já, þetta er náttúrulega bergmálshellir. Þau eru á TikTok, þau eru á Instagram, þau eru hér og þar og það er bara bergmálshellir. Ég sé að rasistinn er ekki út í hornið þarna. Nei. Hann er bara aðalgæðin. Það er verið að normalisera eitthvað sem að það vantar oft fólk með common sense skrifar ekki blöðun að vera með common sense af því að telur að svo sé en augljóst að sé það er ekki common sense að skrifa í blöðun. Það er bara að fólk á ekki að vera rasíst og það var bara að fletja það út sama hvað málega birtist og eiga þá samtali hvað geti þá samt leið að bakvið að svona menningar skefill myndist en ég er samt aftur fólki líður líka bara illa. Fólki líður illa, það er fjárhagslega erfitt, húsnæðismarkaðurinn er ósanngjarnt, það er mjög margt svo ósanngjarnt og þá get ég alveg skilið að sé freistandi að sækjast í einhverja svona samþykkt hjá því sem er núna búið að telja okkur trúum að muni vinna. En það er samt aftur þetta nýföddum keisarans er eitthvað sem að er á ekki að vera að samdauna eða vera að taka samtölu hvernig og mætti lykta til þess að svo séum að vera nú að gefa því grið að fólk sé að tala gegn mannréttindum annarra, bara þetta er svo asnalegt og mér er svo einkennilegt stundum að ætla að alltaf fara einhverja svona hvítvoðungagýr fyrir fólk sem að gengst við svona fábjána skap og sér lífið með svona augum. Ég vorkenni þeim og en já, en svo vorkur má ekki gera það að verkum að við sem hætta að segja bara heið augljósa og hvað var þar? Hvað er það að gera alltaf? Kill them with kindness. Bara ræða hluti. Þetta er líka aftur, það er ekki eitthvað svona bara hvað á að gera núna? Ég er bara nefnir eitthvað. Nei, ég veit en þú skilur, þetta er bara það er bara svo margt svona líka upp í loftuna sem að fólk líka er svona að festa sig á eins og segja svona identity sem að samt að samaskapi er komið til í svona reaksjón fremur en að fólk sé að setja grímuna fyrst á sig og síðan hjálpa þeir veðru. Það er alltaf einhverju svona asi að setja grímuna á aðra fyrst. Það er einhver svona vinkil sem að líka leiði til þess að er mjög freistandi að fá bara þá leið sín á einhvern eins og Trump eða einhvern eins og aðra fasista. Og það er bara mjög sárt en þetta er ekki ólæknandi. En þið vísið til þess að sé svona hægri bylgja í heiminum og það er merkileg könnun sem var í vikunni að Miðflokkurinn er mælist hærri heldur en Sjálfstæðisflokkurinn. Það er nú sérstaklega slæmt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að heyra það. En ég hef svolítið verið andmæla þessu. Ég hef verið að segja, þetta var ekki í kosningunum í New York, þetta var ekki í þingkosningunum í Hollandi, þetta var ekki í sveitarstjórnarkosningunum í Danmörku, þetta var ekki í forsetakosningunum í Írlandi. Þetta er eiginlega í engu kosningu sem hafa verið nýlega. Þessi hægri bylgja sem er alltaf verið að segja okkur að sé bara óhjákvæmilega við munum fá bara Miðflokkinn upp í 33%. En þú veist, hún er ekkert annað stað, sko. Hún er í einhverjum riðbeltum hér og þar og í Bretlandi. Þetta er ekki hægri bylgja held ég, sko. Ég held að þetta sé meira bara svona, það eru skýrari kostir, sko. Það er annarkvort þetta eða hitt, sko. Ég held að þetta sé orðið meira þannig.
og það sem að kannski mér finnst svona erfiðastu umræðan í dag sko, það er þessi normalisering kannski á öfgaskoðunum og þessi flokkar sem eru að stíga upp hér og þar sko, eru kannski með einhver svona skýr, stór málefni sem að þeir hrópa fram til þess að ná í gegn og ná athygli fólks og það er bara búið að normalisera þetta og það er engin prinsipparna bakvið, heldur bara einhver leið til þess að ná einhver atkvæð og svo framvegis og það er þetta sem að hræði mig kannski við umræðana af því að ég held að þetta sé mitt, við töluðum áðan hraðan í samfélaginu og það eru margir sem að díla við það að reyna, þú veist, átta sig á því hverjir eru og þjóðir reyna átta sig á sínu eigin identity þegar að streyma inn alls konar fólk og bara hver er ég? Við lifum á ringluðum tímum og og það er kannski það sem að svona, mér finnst svona smá hræðilegt sko. En ég vona að stefni í rétt átt, kannski með einmitt góðri og heilbrigðri umræðu og það sem er verið að spyrja af hverju. Já, og líka ég veit ekki, þú veist, það er bara þannig að því að þú veist, maður einangrast svo mikið að maður heldur að maður get ekki tekið þátt í samtalinu en maður hafi kynnt sér allar mögulegar útlistingar. Þú veist, hluti af því að komast að því er að eiga í samtalinu auðmýktina í að segjast ekki vita eitthvað því að það er miklu meiri styrkur en annars. Sólháttur, hefur ekki eitthvað fólk verið að reyna að lokka þig inn í pólitík? Jú, eitthvað, en gegnum tíðina svona svo sem stundum sko. Og þetta er það fristandi? Nei, mér finnst ég bara mér gaman að tjá mig hlutina sko, en ég er ekkert að stefna þangað sko, það er nú bara þannig. En það er mjög áhugavert sem að segja að þessir populistaflokkar og hægri öfgaflokkar hafa verið að brjóta upp að brjóta niður þessa hefðbundnu hægri flokka. Þetta gerist í Fraklandi, Front National hefur algjörlega bara nánast eitt republikanaflokknum, þetta gerist í Bretlandi og víða annars staðar og þeir lendi í svona ákveðinni tilvistakrísu þessir svona hefðbundnu íhaldsflokkar, hvort þeir eigi að fara bara inn í þennan populistafvæðing algjörlega. Líka sósíaldemókratar sem hafa gert þetta eins og verkamannaflokkur Starmer, sósíaldemókrataflokkur Mette Frederiksen eru bara í tómu vandræðum. Já, en svona hefðbundnu evrópsku hægri íhaldsflokkar eins og sjálfstæðarflokkurinn er að lenda í ákveðinni krísu, hvort þeir eigi að fara bara fylgja miðflokknum í þeirra stefnu eða vera bara svolítið föst í sinni klassísku stefnu og það er svolítið verið að refsa þeim fyrir það og kjósendur greinilega sjálfstæðarflokksins að yfirgefa flokkinn og ég held að það sé ekkert endilega bara formaðurinn eins og allir að tala um, heldur bara eru margir að ganga til liðs við miðflokkinn til að mynda og þetta sjáum við allstaðar í Evrópu en það er alveg rétt sem þú segir líka að það er engin rosa hægri bylgja í gangi í Evrópu og ekki á Íslandi ekki á Íslandi, heldur betur í síðustu kosningum sko kannski bara því að við erum í straumnum sem við finnum ekki fyrir bylgjunni og svo náttúrulega segja hægri menn að þetta sé heldur ekki hægri stefna sem að Trump er að fara í tollastríð og loka landamærum og hindra eðlileg viðskipti En finnir ekki svolítið til með henni Guðrúnu Hafsteinsdóttur? Hún er eiginlega með algjörlega óvinnandi verkefni. Þetta er ekki Guðrún sem varst að tala um áðan, konan hana? Nei, hún var ekki Hafsteinsdóttir. Þessi er alin upp með ekki gullskeið í munni heldur íspinna í munni í Hveragerði. Og hún er eiginlega með óvinnandi verkefni. Það er að hún átt að stækka Sjálfstæðisflokkinn. Öðrum megin eftir með Miðflokkinn og hinum megin eftir með Viðreisn. Á hverju ætlar að stækka og þú ert eiginlega að segja að svona hefðbundna erindi hægri flokka í Evrópu er eiginlega söluvara sem er ekki hægt að selja. Hvað á hún að selja? Hvað er alltaf verið að tala um sjálfstæðisstefnuna? Ég hef aldrei almennilega áttað mig á því hvað það er. Nei, hvað þýðir sjálfstæði fyrir okkur? Hvað þýðir sjálfstæði fyrir þér? Að ég fái bara að ráða mig sjálfur. Já. Ég sé ekki með einhvern helvítis verkstjóra sem er að anda á hann í hálsmálaðumur. Frelsi og annað slíkt. Ég held að þetta muni verða, ég held hugsanlega að fá þeir í sjálfstæðisflokknum eða þau í sjálfstæðisflokknum meira fylgi þegar umræðan ESB verður aðeins meiri. Ég myndi halda það. Ég held að þeir myndi gera ráð fyrir því að þeir stígi þar inn og taki þá svona þann pól í hæðina sko. En miðflokkur mun alltaf ganga lengra en sjálfstæðisflokkur. Já, þeir eru bara svona íhaldssamari sko. Þú veist, ég trúi því að sjálfstæðisflokkur mun örugglega kalla til sín, að fá til sín atkvæði þaðan og svo líka frá Viðreisnarmegin sko. Þegar þetta verður kannski stærra mál. Þegar komið að skoðun og samningum sko. Kannski er þetta svona menningarlegt í þetta allt í því veit ekki við Þorvaldur Sverrissonar sem það getur verið mjög fyndið stundum. Hann sagði einu sinna munurinn á sjálfstæðismanni og miðflokksmanni væri að sjálfstæðismaðurinn skipti daglega nærföt.
Þetta var menningarlegt. Þannig að báðir eru á móti ESB, en það er svona aðeins skarra svona flör með þessu með Sjálfstæðisflokknum. Hitt er svona aðeins svo gróft, sko. Ég meina, og Bjartur í Sumarhúsum hélt að hann geti bara eignast kindur og orðin svo rauðsmera maddamann. Það er ekki alltaf það sem syngur. Þetta er mjög flókið mál, sko, því að ef það er raunverulega að gerast, að samningurinn er einhvern veginn að renna sitt skeið, eins og við sáum í vikunni, að það eru vankantar og... Ég held það nú ekki, sko, en það er erfitt fyrir sjálfstæðismenn að tala fyrir opnum viðskiptum, alþjóðaviðskiptum, frjálsuflæði, fjármagns og vinnu, en að vera sama tíma á móti EES-samningunum og Evrópusambandinu. Það er mjög snúin staða. Það er vandinn að því að þú ferðu of mikið þangað, þá ættir að fara bara yfir í Viðreisn. En ef þú ferðu of mikið þarna, þá ættir bara að fara yfir í Miðflokkinn. Þannig að þetta er kannski þraut sem er bara ekki hægt að leysa. Ég er ekki með nein góð ráð fyrir Guðrúnu Hafsteinsdóttur. En ég las aðeins í norsku pressunni og stjórnmálafólki þar var ekki á því að þetta væri endalok EES-samningsins. Bara alveg þvert nei. Og spurst strax, þýðir þetta það að við verðum þá að ganga inn? Og Störi svaraði bara strax að bara kemur ekki til greina. Við fórum í gegnum sársaukafulla umræðu 73 og svo aftur 94 og við erum bara ekki að þangað að fara aftur. Þannig að þeir ætla bara að verja EES-samninginn með öllu sínu afli og komum mjög freklega inn í það umræðu og bentu á að við erum að verja 270 milljörðum íslenska króna í hverju ári til þess að borga fyrir þetta. En það er mjög skynsamlega afstæða, það myndi allt hrynja í Noregi ef þeir hefðu ekki samninginn, sko. Já, en þar er það alveg klárt að það er ekki verið að fara að kveiki í umræðum að ganga í Evrópusambandið. Nei, nú allir hefðbundin hægri íhaldsflokkar í Evrópu styðja yfirleitt Evrópusambandið. Þú veist, það eru svona alvöru kapitalistar sem að styðja frjáls viðskipti. Nema svo flokkur sem Sjálfstæðisflokkurinn elti mest sem er íhaldsflokkurinn breski. Já, enda sjáum við Sjálfstæðisflokkur tók alltaf mesta svona nótis af honum, sko, miklu líkari heldur en sko kristilegir demókratar Merkel eða eitthvað. Sjálfstæðisflokkurinn á síðasta árum er alltaf hefur útganga úr Evrópusambandinu verið góð fyrir breskt atvinnulíf og breskt viðskiptalíf? Ég er ekki að sjá það. 30% breytt á því núna í dag. Hinir eru á því að þetta verið mistök. Það er Seg. Herðu, Epstein-skjölin. Maður byrði okkur að ræða það. Það er eiginlega smá pissa bara. Það er nú mjög spennandi. Nú fáum við að sjá, mér fannst þetta bara ábyrgt hjá öldungadeildinni að taka þessu ákvörðun að birta þessi skjöl og nú verður bara mjög spennandi að sjá hvaða nöfn verða dregin út um hattinum. Heldur það verið birt? Öll? Mér sýnist stefni það. Kannski verður strikað yfir einhver þeirra, en þetta reynir mjög mikið á svona bandarist kerfi og réttakerfi, hvort að stórir valdamiklir menn verði dregnir fram í sviðsljósið. Hvað segir þú? Ég meina, mér finnst þetta náttúrulega alveg bara gasilega góð þróun. Ég held að eins og við töluðum þarna í síðasta Trump-tímanum, sko, að það eru alltaf svona rosa stóra, það geta verið svona stóra sveiflur í Bandaríkjunum. Og ég held að þetta sé svona eitt af leiðréttingasveiflunum aftur. Að því að bæði demokratar og repúblikanar ákveða að kjósa með þessu, að þá erum við svolítið að sjá að það er verið að draga svolítið úr vald Trumps með því að gera þetta, því að þetta er í fyrsta skipti sem eitthvað grefur algjörlega undan hann. Hann hefur alveg hort fram hjá allt hitt sem hefur verið í gangi, en þetta er svona meira, situr hann svolítið á ákveðin stól. En heldur að verði eitthvað birt af þessu skjölun sem kemur honum illa? Ég meina, hann á eftir að reyna að láta það ekki gerast, náttúrulega, en ég meina, ég veit ekkert hvort hann hafi vald til þess. Ef það er svona mikið af mótbýr, gagnvartunum og fólk innan flokksins, eins og manneskja eins og Marjorie, what's her name? Taylor Greene. Þú veist, að hún hafi allt í einu sem var bara, þú veist, eina bestu stuðningsmönnum hans, allt í einu hoppað úr yfir í hitt. Þú veist, ég held að hann ráði ekki við þetta. Svolítið svona hafi aldrei staðið verð og ef það eru koma slæm tíðindi út úr efnahagslífinu þá gæti hann verið í einhverju stöðu þar sem hann fær eiginlega engu fram lengur sem er alveg ótrúlega breyting bara frá því fyrir mánuði síðan þar sem hann fekk bara allt sem hann vildi. Já, þetta er risastór sveifla en maður sér þetta líka í, þú veist, kostnaði í Bandaríkjunum, matavöru kostnaði, fólk er virkilega að upplifa erfitt
að því að það er búið að flytja alla út. Allir sem að tína matinn, það er búið að senda allt heim. Tollarnir líka fannir að hafa áhrif held ég á einhver ákveðin svæði. Minni innflutningur að voru með fjöldanum það hérna daginn. Það er líka að það er meira atvinnuleysi, það kom upp í 4,4% sem að kannski ekki mikið evrópska mælikvarða en er ekki gott í Ameríku. Og þau störf sem að verða til, að það er að verða til 200 störf á mánuði til þess að þetta virki. Og þau voru bara eitthvað rúmlega 100.000 og hafa eiginlega ekkert verið þar áður. Svo er náttúrulega áhverð í þessu samhengi að sjá hvernig hvort að gervurkenndarbólan springi eða ekki. Það getur orðið falla í kaupöllunum. Já, enn meiri þrýsting á kerfið, sko. Ég ætla að krossa fingur. Mér finnst það sem að hefur verið að gerast með Mamdani og ég hef verið að horfa á þarna. Hann er líklega á leiðinni núna með við erum að tala til Washington að hitta kallinn. Já, og ég hef verið að horfa á þarna borgarstjóran í Chicago, alveg gasalega flottur, sko. Þannig að það er fullt af fólki sem að stendur þarna bakuð sem er virkilega að rísa upp og ræða saman og það er eitthvað að gerast. Að þetta er allt svolítið undirförult að því að þetta er svo stórt land og við sjáum alltaf Trump, við sjáum alltaf fólki sem er í kongress en við sjáum ekki litla fólkið sem er að gera þessar breytingar þannig að ég held að mér finnst að þetta er rosa jákvætt. Það er svona sín okkar í Bandaríkjunum sem rosalega þunnt lag svona mest í gegnum hvað hann situr á Truth Social. Það er eiginlega 70% af því sem við fréttum frá Bandaríkjunum með tweet frá forsetanum. En maður veit ekkert hvað hangir á spýtinu, hvað nöfn verða dregin upp á hattinu þarna. Það er fullt af fólki sem maður veit eitthvað meira heldur en hann hefur sagt, sko, það er miklu meira, já, ég held að það verður mjög áhugavert. Það er líka verið að tala um Bill Clinton og ég er ekki pissa ef hann væri þarna. Það er svona opið leyndamál eitthvað. En sker svolítið á það hvort það verði þá og þegar það kemur haldið í prinsip, bara varðandi hvernig ætlum við að líta, hver verður staðall heimsins eða bara mannlífsins varðandi svona gjörðir. Það sumu leyti það sem að svolítið alltaf verið að pota í að færa okkur svona fjarri hvort þau eru innan hugtaka og fleira þar sem að þarf bara svolítið að setja sanngjörn prinsip á, réttmætt. Það kemur ekki þá góð leiðsögn frá Buckingham Palace. Hvernig á að gera við svona? Eftirstæðanmálið náttúrulega splundraði bresku fjölskyldinni. Konungsfjölskyldinni. Nei, finnst ykkur ekki Karl standa sér vel í að bara strípa bróður sinn og... Jú, mér fannst það bara eiginlega svolítið flott gert. Þetta er samt bara heigulsháttur. Þetta er held ég að með því sem það gera sem að sýnir að það sé kannski að gefa vísbendingar að það sé eitthvað á alveg við kletta brúnina í þessum skjölum og þetta er bara verið að laga undir sinn eigin rask og það er ekkert verið að bjóða öðrum einhverjar pullur út frá þessu. Þetta er bara eitthvað svona sem að held ég gefur til kynna að þetta sé miklu kannski fræðilegra en við þorum að vilja, sko, og náttúrulega bara margsinnis búið að benda á að Andrew verði hans titlar verið teknir af löngu áður og það hefur ekki verið gert, þannig að ég held að þetta sé bara núna, en ég held að fyrir mátt fólksins það er debatable, en svona það segir sitt. Málfarsráðunautur Ríkisútvarpsins gaf út þá ordru að hann myndi ekki heita Andrés lengur, heldur Andrew. En það er mjög spennandi að sjá hvað er í þessum skjölum, hvað var að Trump, því það er alveg auðvitað að hann er logandi hræddur við þessi skjöl og þetta mál og öll hans viðbrögð sína það svona í gegnum tíðina. Þú bjóst í New York, eða ekki? Jú. Hvernig líst þér á Zoran Mamdani? Þetta er náttúrulega stór tíðindi. Þetta eru stór tíðindi. Að maður sem kallar sig sósíalista sé bara komin í þessa valdastöðu í stærstu borg Bandaríkjanna. Höfuðborg kapitalismans. Og það er eins og áhugavert af því að við erum búin að vera að ræða hérna Bandaríkin og sömuleiðis bara fjölmenninguna að New York er náttúrulega mesta fjölmenningarsamfélag allra tíma og þegar tekst vel, þá tekst það vel eins og New York sýnir og sannar að þetta er mesta viðskiptaborg heims og hefur leitt menningar og listir og algjörlega magna fyrirbæri, mesta multikulti samfélag mannkynssögunnar. Kannski hefur verið frekar verið þannig heldur en sé núna því að sumiliti það sem Mamdani er að gagnrýna að borgin er eiginlega bara það er ekki hægt að búa það fyrir venjulegt fólk. Það er bara við höfum látið hérna ríku stjórna borginni og það er bara orðið óbærilegt að lifa í þeirra heimi. Já, það er nákvæmlega sama umræða þar og hér að það er orðið mjög, mjög hátt húsnæðisverð og ég fór nú bara til New York í september síðastliðinn og það hefur allt hækkað alveg gríðarlega mikið. Það er alveg rosalega
dýrt að búa þarna og bara allt hefur hækkað mjög mikið og heimilislausum hefur fjölgað mjög mikið. Þannig að það er mikið ákall bara dálítið svona róttæka breytinga sem hann er að búa og þess vegna er hann kosinn. Og mér finnst þetta eins og svona Manhattan, það er búið að þurrka allt út sem að manni fannst skemmtilegt þegar maður kom þarna fyrst, sko. Já, sumir þegar það líka og ég get alveg tekið það, hún er orðin pínu leiðilegri. Chinatown er eiginlega alveg eins, en annað er bara farið, sko. Mér finnst að East Village og svona er bara eins og einhverjir ríkisbubbar hafa komið og hreinsað út. Já. Það gerist oft þannig. Já. Þannig að ég ekki er Manhattan er ekki miðstöð listalífs í heiminum eins og var fyrir 40 árum eða eitthvað. Nei, en það er samt rosa gróskarn eða þá í listum og menningum og tækni og vísindum og það er alls konar að gerast í New York. Það er til dæmis bara mjög mikið að co-op, kauffélögum og samvinnurhreyfingum. Það sem að fólk er að taka sér saman og kaupa hús og búið til samvinnufélög og kauffélög. Ég gekk í kauffélag þegar ég bjó í New York, þannig að það er til dæmis bara svona annað rekstrarform en endilega hitta þeim ekki að hlutafélag eða hið opinbera og það er alltaf að skoða byggingasamvinnufélög eins og þannig við Penn Station rísa þannig að 4 stórar svona múrsteinsblokkir sem er eiginlega í eigu leiganda og þeir eru svona hægt að býta fólk að eldast þannig að dagvistir fyrir börnin er orðin dagvistir fyrir aldraða og svona þróast bara með fólkinu en þetta er við eigum þetta ekki þannig fólk að borga sko kúk og kanil í leigu. En við getum náttúrulega, fólk er svo hæft í að vera sniðugt í samstarfi. Það er svo margt skemmtilegt hægt varandi bara aðlögunarhæfni og fleira sem að maður sér og er skemmtilegt að lifi alltaf þrátt fyrir höggin sem á þennig anda getur dunið. Þannig að það er svona ekkert sem segir að það get ekki átt við hér á landi líka. Sko, New York er bara skítug og ljótborg og mikið læti henni, en það er merkilegt fólk sem býr þarna. Það er bara mjög klárt og skemmtilegt og sniðugt fólk sem er alltaf einhvern veginn að ögra og það er, ef það er eitthvað sem að vísindamenn og listamenn eiga sammenlegt þá er það bara að taka ekki öllu sem gefnu og það er verið að reyna að hugsa hlutin upp á nýtt þarna og ég held að þessi kosning svona sýnir fram að það. Heldur að verði svona andi í borgin eftir þetta? Já, það er mikil mótstaða við Trump sko og mikil hræðsla við að hann mæti hérna með sína varlega á vettvang sko en maður fann það hreinlega þegar maður kom hana, það er rosa tension og mikið að gerast og mesta mótstaða við Trump einhverjulega í Bandaríkjunum. Síðan þegar ég fór til New York kom með mest óvart rosalega mikið af liggur yfir borginni svona kannabislykt. Já. Og eiginlega á hverju einastu horni er verið að selja kannabis. Mér finnst það svolítið hafa skemmt borgina. Svolítið eins og vídeoleigunar voru á Íslandi. Mér finnst það rosalega leiðilegt. Þessi lykt út allt og þetta er ógeðslega frekt. Maður getur ekki sest niður í almenningsgarði. Þá var eitthvað komið þessi lykt gusast yfir mann og börnum manns og mér finnst þetta ógeðslega leiðileg menning og haft gert borgina leiðilegri. Ég er eiginlega sammála, ég upplifði þetta líka síðast þegar ég fór. Mér finnst lyktin ekkert vond sko, en þú veist, þetta er út allt sko og það sem gerist, það sem maður sé gerast á þessum stöðum sem þetta er selt, að það safnast fyrir utan líka starfsemi, það sem að fólk er að bjóða kannski eitthvað sem er ólöglegt sko og það er það sem að kannski skemmir svo út frá sér inn í borgina sko. En já, þetta er mjög leiðilegt, en þetta er ekki leiðileg borg fyrir. Nei, þetta er alveg skemmtileg borg. Hún er skítuð og ljót, það er það sem ég segi. Skítuð og ljót og stónd, það er skemmtileg. Hvað segir þið? Er þetta kostur við borgina? Við verðum þarna? Þetta er náttúrulega orðið út öll Bandaríkin, það er búið að samþykkja þetta bara í allstaðar. Ég held að það er náttúrulega, þetta er í fyrst skipti sem Ættu við að gera þetta, samþykkja að selja gras í sjoppunum? Þetta er bara afglæpavæða, er það ekki? Mér finnst það bara löngu átt að vera búið, sko. Þetta, ég meina ég held að það sem að gerist er að þetta er svona vöxturinn, hann breytir sér eftir smá tíma, þú veist, þau fara aðeins að fylgjast betur með hverjir eru fyrir utan og allt svoleiðis en á meðan það er allir að halda partí maður hefur aldrei getað talað um það þú veist, veist þú hvað maður getur fekið þú veist, maður gat aldrei gert það ekki segja neina frá því þetta er bara svo bjórdagurinn á Íslandi einhvers staðar verða vondir að vera já,
Þannig að þú veist núna, þú veist maður sér þess að unglinga og maður hafa alveg barn upp í Bandaríkjunum og viss af því að vinir hans voru að reykja og þetta allt brúnir strákar sem að gætu þar afleiðandi verið í fangelsið restina af ævinni sinni fyrir eitthvað smottari, sko, að bjóða upp á eitthvað sem allir eru að gera hvort þið eða mjög margir, og að það sé örugt, að mér finnst það bara gjörbreyta þessu umhverfi, sko. Að mér finnst það mjög ókveikjandi þegar ég var með táningu, sko. En hvað segir þið, Birta? Þær vilja leyfa selja grasi í sjoppunum? Já. Hvað með börnin? Þetta er náttúrulega sér sjoppur, þetta er ekki bara random sjoppur. Já, það er svo ekki tala hana og Karl. En ég meina þetta er ekki random sjoppur, þetta eru búðir sem eru sérstaklega fyrir þessa vöru. Og það eru til vínbarir og svona. Það er ekki í bónus. Nei. Þetta getur líka bara verið upp á, þú veist. Það er eins og væbúðunar sem eru hér, þetta er eiginlega þannig. Ég er enginn í sérstaklega stuðnisma þess að leyfa það, sko, en það var erfitt að tala gegn því, eins og þið talið hérna með afglæpavæðingu og allt það En ég meina sumstaðar í Evrópu, það er yfirleitt þannig þegar það er aukin aðgangur að áfengi og vímefnum, þá eykst neysla. Kanada hins vegar er svona skemmtileg undantekning, þeir leyfðu kannabis og undan Bandaríkjamönnum og þarf að reisa upp lítil bylgja, svo fórum bara aftur niður. Bara svo áfengi fyrir eitthvað tímann í búðir hér á Íslandi, það verður karneval í einhverja daga líklegast, en svo bara kannski nokkur á. Já. Þannig var það með bjórinn að hann hækkaði, það fór ekki niður, sko. Nei. Og handspritið hækkaði þegar heimsfaraldurinn kom að. Leiðilegu komandi sem voru á móti bjórnum, það var allt rétt sem þið sögðu. Áfengisneysla aukast. En samt, maður sér þetta með unglinga á Íslandi í dag, ég meina það er ekki sama menningin og var þegar ég var barn og við vorum að fá eitthvað til að fara út í ríki fyrir okkur áður en við fórum á skólaball. Nú, eru þið ekki að sniffa lím, krakkarnir? Er það? Nei, ég veit ekki. Ég meina, það er það sem Ársæll til dæmis og hópurinn upp í háskóla er að skoða, hvað krakkarnir eru að gera og það er ennþá áfengisneysla og vímefnaneysla en hún hefur minnkað töluvert miðað við sko þegar við vorum yngri. Unglingadrykkir aukast núna. Það voru fréttir svo við trekkum það tilbaka einhvern veginn, ég misti það. Fer fram og tilbaka held ég. En þetta er samt miklu minna heldur en varðandi grasreykingar, þá er það náttúrulega svona inngrónar en í bandaríska kultúr heldur en hér, eða ekki? Það er miklu meira, sko. Þetta er eiginlega þeirra aðaldóp, eiginlega, eða ekki? Grasið er næstu þeirra aðaldóp, sko, frekar heldur en brennvinnið. Eða hvað? Já, staðan fyrir sígarettur bara ekki. Já, ákveðnu svæðum, já. Kaliforníu hefur verið svolítið mikið í menningunni, þetta hefur verið í sjónvarpinu, þetta hefur verið í tónlistinni, þannig að þetta er gegnum gangandi í samfélaginu, þannig að þetta er svona, já. Bakkus er víða. Það velti fyrir sig hvort er skaðlegra, sko, áfengið eða grasið, sko, fyrir samfélag og fyrir einstaklinga. Ég bara gerir mig ekki alveg grein fyrir því, sko. Það er náttúrulega, það er alls konar rannsóknir þetta. Já, var það ekki? Minna ofbeldi. Og það er minna ofbeldi ef maður reykir gras, sko. Miklu meiri líkur á að maður fara út í búð og kaupa sér kók og Doritos og fer heim og horfa á vídeo og spila vídeoleiki. Þú veist, maður er ekkert að fara að berja neitt. Akkurat. Maður nennir því ekki. Nei. Þetta sama er líka í New York og við annars staðar, það bara lögreglan hefur oft dálítið svona laissez-faire attitude gagnvart, sko, cannabis vegna þess að þetta er svona friðsælla dóp, það veldur minni skaða og það er ekki mikið ofbeldi í kringum það eins og önnur vímuefni. En samt er þetta líka alveg afsælega hættulegt. Ef þú ert með undirliggjandi geðsjúkdóma þá getur þetta haft alveg mjög skaðleg áhrif bæði á manneskjuna sjálfa og aðra í kringum hann. Þannig að þetta er ekki bara eitthvað sem maður er lífa bara heldur betur ekki. Besti kosturinn er náttúrulega bara að vera edrú. Það er alveg skemmtilegast. En við erum búin að spjalla hérna með hitt og þetta. Við erum ekki að spjalla húsnæðismál. Kannski jólin eitthvað. Jól? Jú. Ég ætla að fara til Ítalíu. Ætlar að til Ítalíu? Já, ég ætla að fara til Norður Ítalíu, vera í Foralpunum. Skíða? Nei, bara sitja og skrifa. Álpast. Og borða bara góða mat. Þetta er vinir mínir og þau vilja ekki að einhver fari inn í eldhús og mér finnst það bara ágætt, þá þarf ég ekkert að elda í nokkra daga. Ég ætla að blanda saman jólum og húsnæðismálum og efnaðismálum, það er mjög skrítið. Það er að flytja mjólin. Það er svo skrítið ástand. Það er að taka nýja eldhúsir í tíma. Það er svo skrítið ástand á Íslanduna. Það er ég fór að skoða þetta á Google í dag, að það er svona ástand sem heitir stagflation í gangi á Íslandi. Við erum sko
að sigla inn í einhverja svona vonandi hæga kreppu en það er samdráttur og auki atvinnuleysi en samt meiri neysla. Það líður illa. Það er bara mismunandi hvernig hérna... Það er mjög jólalegt að vera bara skítblankur en fuck it bara djömum og djúsum með... Þetta er þannig að sko samdrátturinn, sérstaklega með þessari aðferð Seðlabankans, að samdrátturinn bitnar á þeim sem eru skuldugir og eru með minnstu tekjurnar. Algjörlega. En þeir sem hérna eru með hærri tekjur og búa kannski mikið til skuldlausu húsnæði, þau eiga hellinga peningum og þau keyra neysluna áfram. Þess vegna er þetta svo ósanngjörn aðferð sem við notum til þess að kæfa sko verðbólguna. Að það er eiginlega ekki hægt að ræða það sko. Það er að berja þá sem að hérna, ekki ýta undir hérna, eyðslu en þeir sem ýta undir eyðslu að þeir fá hérna þá meira svo að vera að leyfa þeim að taka séreignarsparnaðinn og setja inn í húsnæði sitt til þess að þau geta haldið áfram að það. Já, til þess að samtök og verslunar þjónustu þið sá enga sko bara almennt séð á alla tekjuhópa samdrátt í neyslu. Það er rosa svona neysla í gangi þrátt fyrir samdráttinn sko. Þannig að þetta er svolítið sérk en auðvitað leiði það. Þetta er, ég held að þetta sé svona stutt tímabil í gangi núna en ég held að við séum að fara að sigla inn í aðeins svona kaldari, hægari tíma sko. Já, meira atvinnuleysi, meiri reiði. Já, meiri úr neyslu yfir í meiri veislu. fylgi Miðflokksins. Harðari átök. Haldið það ekki? Eða sem að þetta sigla inn í þennan tíma? Bara meiri samkennt í samtölum. Já, kannski ekki það. Sko ég nefndi jólina því ég var að vonast þess að þið fyrir að töða eitthvað yfir því að fyrir jólum. Nei. Asnar þetta var að móti jólum. Mér samt skrýttir að þið búið að setja upp hérna þessa jólaálfar sem eru spriklandi við að dröfum bæinn. Finnst þér aðeins svo snemma? Það sé sko, já, það sé ekki samtíði við dagana. Nei. Ég held að það haldi að vera skemmtilega að leita heldur en að fá allt í einu en það er kannski Já, við kæmum bara einn í einu þarna. Já, bara eftir dögum. Sá jólaköttin hérna og... Hvað er svona jólatískan ára? Mér langar svo að sjá, þú veist, það kom aldrei fram þessi sérfræðingur sem var að vinna fyrir Sigri í lögreglustjóra sem var að kaupa fullt af jólaðu til Jysk. Mér langar svo að vinna Hvað var að kaupa? Mér langar svo að vinna með það. Það er mynd einhvers staðar, einhverju skæla hlýtur að vera hann, what's in my bag. Ég held að séum með bók fyrir jólin, hérna Jólin í Jysk, sem svona ráleggingar, alltaf á laugatum, þá fyrir lappar með þeir búðina. En er jólabókin ekki allt ástina? Allt ástina? Já. Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað hún er komin út. Eru þið búin að lesa ykkur á jólabækur? Eru þið búin að lesa ykkur á jólabækur? Hún skrifaði formúla. Á bók. Í hvað bók? Hérna bók eftir Bell Hooks sem heitir Allt ástina, All About Love. Já, jólabókin já. Það kemur í lærdómsvitanum. Hvað er? Hún fjallar sko hvernig ástin er í raun og veru eitthvað til að nýta sem þróun samfélagsgerða. Þannig að ástin er ekki bara eitthvað milli einstaklinga heldur þetta undirstaða alla samfélaga til þess að ýta okkur áfram og þessi kærleiki sem myndast í gegnum það að vinna með öðrum er eitthvað sem að heldur samfélaginu gangandi. Þetta er alveg frábær bók. Þetta er mjög svona rosa guðfræðileg skilgreining á ástinni. Já, hún er náttúrulega mikil búddisti, þannig að þetta er alveg rosalega áhugavert sko. Hún rekur frá því að byrjar á því að karlmenn hafa flestir skrifað ástina, en konur eru þær sem að framkvæma ástina og byrjar þar. Og svo talar sko hvernig nútíma nýfrjálshyggju hefur eyðilagt ástina fyrir okkur af því að ástin á að vera sársauki, þetta á að vera sársaukafellt, það á að vera erfitt að elska, og þá fer hún í gegnum það að í staðinn þá getum við horft á þetta sem eitthvað sem er jákvætt inn í samfélagið sem við getum haldið áfram ef við höldum þessari umræðu áfram kærleika og þá ekki bara að ég elska mína fjölskyldu heldur alla sem er í kringum minn, nágranna minn og þar alveg. Þú eru sko taugavísinn alveg að kortleggja sko hegðun mannsins og það er rosalega svolítið bara því miður boring hvernig þeir eru búin að útskýra ástina. Þetta er bara mjög svona darvínísk hegðun vegna þess að við eignumst börn sem eru mjög lengi ósjálfbjarga þannig að það þarf að, þú veist, líma fólk alltaf saman til þess að tegundin viðhaldi sér. Þannig að þetta eru bara svona basic hormón sem að sprautast í okkur þegar við eignumst börn og kynnist einhverjum sem að Já, en hún er að tala miklu stærra hugtök, sko. Þannig að ég mæli eindreið með bókinni, sko. Þetta er bara pjúra efnafræði, samkvæmt taugavísindunum því miður.
Já, það spurning hvað, ef við tala eitthvað svona transactionality, að þá það alls konar formum sem leiðir, sko. En samt ekki að fara að við myndum degi út ef við myndum ekki elska. Það bara niðurstaða taugavísindana. Hvað ást? Það bara svona... Hormón. Það nefnilega það sem að taugavísindar myndi segja, en það ekki, ég held að það sé miklu meira heldur en það. Í leiklistinni, við tölum alltaf sko... Þú svarar leikarum, hann að fara til Skotlands að leika ástöngið mann. Hann spyr, hvað ást? Hvað ást? Já, nei. Ég hef ekkert svar. Nei, ok. Þú ert að lesa bókina þess að vita það. Ok, ég skal bara... Ástin er umhyggja. Í leiklistinni Í leiklistinni þá, sko, það vetur oft svona ástin, sko, þú veist að við reynum alltaf að aktivisera, sko, orðin, sko, þannig að elska, þá ertu að koma með eitthvað aktíft. Þetta er lím, þú ert að líma sama fólk. Já. Að una. Þetta er allt gert til að viðhalda tegundinni. Og þessi tegund hefur heldur betur blómstrað, homo sapiens, þannig að við greinilega elska mikið. Það er ekki bara kærleikur, það er ekki það sem það er í grunninn. Já, ég held það. Mér finnst það allavega. Já. Og ef maður hugsa það þannig, þá er aðeins auðveldra að hugsa aðra. Þetta er kærleikur. Frekar heldur en að þola eða þurfa eitthvað. Ástin er náttúrulega því að eins og þú talar um þetta, þá er þetta meira sko þörf. Við verðum að elska, við verðum að halda áfram að vera til. Samkvæmt hverjum? Samkvæmt taugafræðingum. Þetta er eitthvað svona ákveðin kvöð að elska. Neyðust til að elska. Já. En það er bara prógramana í okkur, sko. Það er partur af prógramana, sko. Bara sama fegurð. Þetta er ekki beint rómatísk svona. Já, en við lærum samt, sko, það er eitt að hafa þessa þörf og annað er þetta samfélagslega sem við lærum. Af því við lærum hvernig við eigum að elska. Við höfum þessa þörf til þess, en svo er okkur kennt í fjölskyldunum okkar, í umhverfum okkar, hvernig við eigum að framkvæma. Og það er það sem hún er að tala um þetta social contract, sko. Ekki þörfin til að tengjast, eða þörfin til þess að við erum öll atóm og einhvern veginn að við erum öll snertumst öll hér inni á einhvern nátt, sko. Það er kannski þessi þá, það sem þú ert að nefna, sko. Grunninn sé, það er svona einhver þörf innra með okkur að... Já. Það er bara fallegt eins og unga börn koma úr hverjum langvænlegust hágrátandi og það segir líka svipulegt eins og dádýrið sem er lærir að ganga á 5 mínútum eða er það líka bara fólk að mennirni gráta með fæðingu af því að það er þá eitthvað sem er svo innrætt og einlægt innan okkur að biðja um hjálp og biðja og taka til einhver svona tjáskipti þótt að einhverja orða sé vænt og það einhvern veginn líka er eitthvað sem er fallegt að vita að geti alltaf elfst innra með öllum einstaklingnum bara út frá því sem hver þau eru sem er þá sama máli af hverju allir eru svo forvitnilegir og gaman að sjá að það byltingarmyndir þess. Við allt saman er að þegar maður er lítill að þá vaknar hjá manni vilji og löngun í hitt og þetta áður en maður getur tjáð sig eða sóst eftir því. Við þetta galli. Já, þá ert þú líka að hugsa að við getum ekki tjáð okkur þegar frá blautu barnsbeini, við getum það alveg. Við getum það. Það er stundum erfitt að eiga grátandi barn hvað það er sem að það er líka spyr maður og hlusta. En barnið tengist ekki móður sinni og móður tengist ekki barninu, þá mun barnið bara sannlega ekki lifa af, sko. Þá bara fer mamma bara út að djama og gera eitthvað annað en að sinna þessu grænandi barni. Það er bara þessi ást sem er svo rosaleg að þú heyrir ekki gráturinn og sinni barninu og eilaðu upp. Stundum er það að barnið er að tjá sig einhverja óánægju. Það er að segja, mér líkar þetta ekki. Það getur ekki sagt hvað það er nákvæmlega eða hvað þið vill hafa öðruvísi. Við eigum orðið yfir táknmál og... Ég var bara í fertu þegar ég lærði þú veist að geta sett þetta í orðið Ég ætla ekki að fara að segja það ég sé að fylgja þetta okkur í alla Ég er nýbúin að læra þetta sko. Þetta er það sem mótor okkur mest Hér eru við í dag Það er gaman að tala um ástina og Ben hugsa sömulegt að segja það að þetta sé grundvallaratriði sem við höfum að byggja samfélagið okkar á þetta sé ekki eitthvað sem við höfum að stunda þegar við erum að redda öllu hinnu Þetta sé grundvallaratriði og látum það verða fylgja okkur inn í helgina Steinun, Brynja, Þorvaldur og Freyr, kæra þakkir Takk svo með leiðis Getri Fjellstið fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði mest sem hafi verið að hlusta og horfa minni á að þið hefði byggt upp dreifikerfi samstöðunar bara með því að benda vinum og vandamönnum á efni sem þið sjáuð hér og heyrið
þá finnur fólk okkur á Facebook og YouTube í öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni Samstöðurinn og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu á FM, en það má líka sækja þær útvarpsendingar á spilarinn, spilari.is á netinu, svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpi til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar erum við númer 5 á fjarstýringunni. Við erum líka komin í kabalkerfin hérna suður með sjó og kannski ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá Samstöðunni sem 24 tíma sólarhrings 7 daga í vikunnar allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum Samstöðunnar. Það sem knýr Samstöðun áfram sá hluti áhorfenda sem hafa gerst áskrifundur. Þú getur slegist í þann hóp með því að fara inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur skráðið fyrir 2.750 krónur sem grunn áskriftin. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósi getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna. En þetta verður gott í bíli í dag. Á morgun hefst dagskráin aftur, við erum náttúrulega með endurflutt efni þangað til, en það verður frumflutt nýtt helgispjall klukkan 9 í fyrramálið. En njótið helgarinnar. Takk fyrir.